Við ætlum að lýsa leiknum í kvöld, Siggi Fannar Ævarsson, Orri Hjaltalín. Sæll og velkominn, Orri. Ævinlega. Hvernig ertu stemdur fyrir þessu? Heyrðu, ég bara hrikalega vel stemdur. Bara byrjuðum tímabilið frábærlega, fyrsti heimaleikur. Og ég get til ekki beðið. Já, ég held að það sé svolítið svona stemmingin hjá Grindvíkingum núna í vor. Byrjum náttúrulega eins og segist, byrja sterkt taka sigur til Skagarum og útivelli og búið að þétta ræðina töluvert með ýmsum leikmönnum, gömlum kempum meðal annars sem voru hér í gamla daga. Óskar Örn Hauksson kom inn í Grindavík aftur, 39 ára verður hann í sumar. Já, sko, þetta er náttúrulega gjörbreytt lið frá því fyrra. Sko. Við fáum, svo í byrjunleginu dag, held ég séu með 3 leikmenn sem voru í fyrra. Ég held að sé bara Dag og Sigurjón og svo Guðjón Pétur. Ég held að það passi bara nákvæmlega hér. Og Aron í markinu. Já, við ekki renna bara snöggvast yfir byrjunliðin. Leikurinn er nú bara að bresta á. Í byrjunliðinu hjá Grindavík í dag eru Aron Dagur Birnuson í markinu. Númer 4 er Bjarki Aðarsteinsson, númer 7 Kristoffer Konráðsson, númer 8 Einar Karl Ingvarsson, númer 9 Edi Horvath, númer 10 Guðjón Pétur Lýðsson, númer 16 Marko Vardic, númer 20 Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, númer 22 og fyrirliði liðsins Óskar Örn Hauksson, númer 23 Dagur Austmann Hilmarsson og númer 26 Sigurjón Rúnarsson. Renna þá yfir lið gestana líka ef þið erum að þessu. Í markinu á þeim númer 1 Rafal Stefán Danielsson, númer 2 Arnar Þór Helgason, númer 5 Patrik Orri Pétursson, númer 7 Pétur Theodor Árnason, númer 10 Kristoffer Orri Pétursson, númer 17 Gunnar Jónas Hauksson, númer 21 er Grindvíkingurinn Hilmar Andri Moxein, númer 22 Tariq Shihab, númer 26 Arnar Daniel Aðarsteinsson, 28 Aron Bjarki Jósefsson og númer 29 Grímur Ingi Jakobsson. Já, það er eins og þú segir, það er Aron í markinu, Dagur er út á kantinum og Sigurjón er í hafsendinum og náttúrulega Guðjón Pétur líka, hann var náttúrulega með okkur í fyrra. Já, hann náttúrulega kom í glugganum í fyrra með tímabili. En þetta verður vonandi hörkuleikur dag. Gróttuliðið er búin að spila mjög vel í vetur en þeir eru kannski þeir myndu líklega kjósa að spila á gervigrassi. Já. Er þetta ekki það sem við köllum í bransanum sýndveið en ekki gefið? Jó, þetta er bara, þeir eru vel mannaðir. Þeir komið Pétur Theodor aftur heim. Það var einn allra besti framherinn bara á Íslandi áður en hann meiddist fyrir, held ég, rétt rúmu ári. Og þetta er örugglega fyrsti byrjunarliðsleikur hans í langan tíma. Já, menn var að tala um hér fyrir leik og verður kannski lítið hissa að vera í liðinu, búin að vera mikið middur. Já, svona eins og fréttirnar voru, þá leit þetta ekkert svakalega vel út. En það er vonandi hans hefur orðin heilsu. Grindvíkingar byrja með boltan og það er annarkveð maður í liðinu, heitir Dagur Þessi er nú búinn að koma nokkuð sprækur inn. Já, þetta er strákur sem við fengum bara rétt fyrir mót, bara kortir í mót. Já, við byrjuðum að fá fréttir snemma, ég kunni að meta það, bara strax í haustdórum fréttir af mönnum sem voru að skrifa undir nýja samninga að koma til liðsins. En þetta var svona síðasta staðin sem átti eftir að munstra einhvern inn í. Það er bara hrikalega erfitt að finna svona prúfin markaskorar og við erum í næstu deild á Íslandi og markar fyrir það er bara ekkert svakalega stór. Ef þú ert búin að vera skórangstór í heimi þá ertu bara með tilboð frá efstu deildarliðum og það er bara erfitt að keppa við það. Nákvæmlega. Við fengum nú einn á reynslu í æfingaferðinni. Já. Það var stutt gaman. Það var held ég styrsta træjal bara sögunar því miður. Þú meiddist hann í fyrsta leiknum eða fyrsta æfingunni? Nei, bara fyrsta æfingunni, sleitt hásinn. Sleitt hásinn, kall greið. En hann var kannski ágætt að það kom í ljós strax. Já, hann var nú búinn að spila við góðan orðstír á Íslandi í nokkur ár. En hann hefði passað vel inn í þetta hjá okkur. Algjörlega, ef hann hefði verið í standi. En það er bara svo það er. Það er nú alveg menn í þessu liði sem geta skora mörk. Já, það eru mörk í öllum fremstu mönnunum. Já, Óskar Örn, er hann ekki markahæstur í sögu KR-inga? Jó, alltaf ekki orðin leiki á markahæstur. Já, hann er með yfir 600 KSI leiki skráða á sig. Já, það er svolítið mikið. En við byrjum rólega. Já, það er ekki mikið að frétta fyrstu... Bíðum eftir þeim. Fyrstu mínúturna eða svo. En Helgi er líklega búinn að setja upp ykkur gildrur.
Helgi gerir sem að kom hérna og talaði við stuðningsmenn fyrir leik og gerir enga breytingu á hópnum, hvorki byrjunarliðinu í hópnum frá sigurunum á Skaganum sem kannski ekki nástaði til. Rosalega erfitt, ekki nema að það yrði einhverja sko taktískar miklar breytingar sem ætlaði að gera. Taktískar eða eitthvað meðsli. En liðið spilaði bara feikilega vel upp á Skaga og þarna, mér fannst þessi sigur bara að vera mjög sanngjarn. Já. Sterkt að byrja á móti taka sigur á móti liðinu sem að flestir spá eftir sæti. Já, sko, Skaginn er með fínt lið en þeir eru samt ekki svona þannig að fyrsta sæti sé bara frátekið. Nei, alls ekki. Fyrir þá, sko, það er fullt af öðrum góðu liðum í þessari deild. Kemur hérna bolti sem er bara beint í fangið á markmanninum. Honum er Rafal, það sé kallaður Stefán eða það sé kallaður Rafal. Ég bara þekki það ekki, hann spilaði held ég með Þrótti Vogum í fyrra, þessi strákur. 2001 módel, ekki... Mér langar rosalega að segja þessu uppalinn framar en ég er samt ekki alveg með það hreinu. Það er bara hárrétt hjá þér. Það er fram Skallagrímur, fram Úlfarnir, Þróttur Vogum svo og núna komin í Gróttu þetta tímabilið. Móðalegur menn afskaplega rólegir hérna. Þetta er svona, já það er eins og sem að vinna 2-0 bara á 89. Það er það ekki, maður telur hausana í lið, það eru færri útlendingar í Grindavík heldur en... Já, við erum bara með 2 núna. Já, það eru... Við vorum held ég með 6 í fyrra. Við erum tæknilega sem er 3, það er 1 sem er middur, herru býtunum við. Dagur vinnur hérna boltan, tekur á sprettinn. Finnur Óskar hérna úti á hægri kantinum, sjáum hvað gerist. Óskar lítur að koma með hann fyrir. Engi það til að pikka þetta upp. Þarna vantaði einn í frákasti. Það kom mér á óvart að Óskar skildi ekki leita inn á vinstri fótinn. Ég ætla að segja að við erum alltaf með einn ítalskan sem að... Já, en hann er samt hálfur Íslendingur. Já, og... sagði hérna, það var leikmann eða það var stuðningsmannakvöld í gær sem var leikmannakynning og Guðjón Pétur fór vandlega yfir kosti og galla hvers einasta leikmanns í liðinu og hann sagði þá að hann hefði komið ljós að Ítalinn hefði verið að spila fótbrotinn. Já, það held ég sprungu í lærleik. Þetta er eitthvað sem enginn ætti að geta spilað í gegnum sko. En hann var búinn að vera pínað sig áfram í töluverðan tíma. Ég veit ekki hvort að hann verður eitthvað með okkur í sumar. Já, ég bara þekki ekki hvað, þetta eru væntanlega 8-12 vikur, örugglega. Jæja, það er yngastið ekki, jú, Grótta á þarna, nálægt Marteig Grindvíkinga. Þessi virðist geta kasta bara yfir völlina. Já, hann er kominn svo langt aftur, ég sé hann ekki. Já, þetta er alveg yngast. Þetta er einhver handboltagarpur hana. Það var þetta leikmaður nr. 5. Patrik Orri Pétursson. Fæddur árið 2000, ungi strákar í þessu Gróttuliði margir. Uppalinn í Stjörnunni þessi. Býtum við, það er eitthvað að gerast hérna hinum megin á vellinum. Grindvíkingar snöggir að koma sér leik. Hann vildi nú fá eitthvað hafna en þetta var ekkert í þessu. Við vinnum þetta strax aftur. Það er mikið sungið hér í stúkunni. Já, Grindavík Úlstras er bara að koma sterkir inn í þetta mót. Ég er hrifinn af þessu. Fyrir þá sem ekki vita þá er búið að endurvekja stuðningsmannasveitin okkar, Steinískálda, sem að meðalaldurinn var komin svona langt á 60 aldur, menn voru svona misvirkir. Já, þetta er svona, það þarf endurnýjun og 10 ára fresti, svona 10-20 ára fresti. Við vorum mættir hérna í stórum hóp að syngja strax fyrir leik, syngja núna fullu. Æja, hvað allar dagur að gera? Flott sending. Kemur bolti fyrir. Þarna vantar bara skrokk. Býtum við, Óskar heldur þessu leik. Við höfum verið að komast í áleitlega stöður upp kantana. Já. 10-3 gang. Guðjón og
Einar þarna að spila milli sín, en alveg mjög markvisst og það aukaspyrna ekki. Hann krydda þetta með bara öllum kryddum sem held ég. Bara gamla season Óli bara. Bara nokkulega sér það að vera að segja. Akkur bönnuður það? Það var eitthvað MSG og eitthvað vesen í því. Æ, þú veist. Já. Sem svo bara ekkert hættulegt. Nei. Það getur allt verið hættulegt þegar maður misnótt það. Já, nokkulega. Það vantar hérna leiklukkun og skjáin sem vorum alltaf með hérna í gamla daga. Þannig að þú þarft að kíkja svona öðru kóru þarna út. Hún slæðir þegar dett í 8 mínútur núna. En þeir eru ekki að flýta sig fram. Nei. Og við erum kannski ekkert að setja þetta afskaplega þunga pressu á það svona í byrjunum. Nei, við svona erum þéttir og leiðu þeir byrja svona að spila fram á við. Þá höfum við verið að pressa á fínt. Eitt í þarna einn að reyna að atast eitthvað aðeins í þeim og þeir býða átækta fyrir aftan. Miðjumennir og vangmennir okkar. Óskar út á hægri og Dagur út á vinstri. Það er ekki inn í þetta og vinnur yngastið. Já, vel unni tilbaka. Ágætlega mætti stúkuna. Já. Það er bara búið að reddast tölvöld úr þessu síðan við vorum að tala um þetta hérna fyrir svona 10 mínútum að okkur vantaði hluti stúkuna. Fáir gestamegin samt. Já. En það er alltaf pláss fyrir fleiri í stúkunni. Já. Hvað kemur mörgum í hvert bil? 250? Já. Svona, það er nokkur stólu brotnir en það. Æja, Grótta engast hérna sína vallarhelmingi. Þeir gerðu eitthvað jafntefli við Njarðvík fyrstum ferð, held ég, minni mig, 1-1. Ég er að fá skilaboð frá áhorfenda og aðdáenda líka svo sem að hljóðu okkar er svona 2-3 sekúndum á undan myndinni. Þannig að við munum mögulega færa hérna véfréttir ef það gerist eitthvað marktækt. Já, það... Ef það er tækni var einhverstaðar að hlusta þá kannski getur hann skoða þetta mál. Það er sem nýjung núna í útsendingunni hjá okkur. Við erum ekki með tæknimenn í húsi. Þetta er allt orðið voðalega sjálfvirkni vægt allt saman. Já, maður verður bara að tala hægar eða... Já, það væri. Tveir hérna láta okkur vita sko, þetta er greiðlega, en það margir að horfa, eðlilega. Það er kannski bara of mikið álag á rásinni. Sendum hérna skilaboð á yfirvaldið, láta vita af þessu. Já, Grindavík á þetta. Þeir bara þeir hafa bara eiga eitt innkast langt, en annars bara hafa ekkert gert inn á okkar vallarhelmingi. Þeir hafa verið að dúllast með boltan tilbaka. Æja, Óskar getur ekki törrað eitthvað fram hérna. Hann er að finna dagarnar á hlaupinu. Það mátti ekki miklu muna. Mjög hættulegu bolti, þarna vantaði bara smá snertingu. Já, svona togaði eitthvað aðeins í hann sem sýndist aðeins svona rugla í taktinum hjá honum. Það vantaði þarna hestlumunin fræga. Hvað, þú veist. Ég veit ekki alveg hvað maður að segja hérna. Hvernig Gróttamennir að nálgast þennan leik. Kemur mér smá á óvart. En sko, það kemur heldur ekkert óvart. Þeir eru bara held ég með gerfugras. Já, það held ég sjálfur rétt. Ég er ekki viss að þeir séu búin að vera mikið á grassi og kannski hafa bara alltaf spilað mjög örugt fyrstu kannski 10, svo þetta er svona ekki alveg kannski akkurat svona þeirra stíli. Þeir eru yfirleitt vanir Þetta er aukaspyrna. Já. Að vera mjög svona aggressífir í sínum aðgerðum. Já. Við erum náttúrulega með mann hér í stúdíóinu sem þekkir hana völl vel og svo sagðir það náttúrulega bara það er ekkert búið að vera einn hiti, þannig að völlurinn er ekkert búin að geta neitt tíma til þess að spretta hér gras. Hann er bara eiginlega mánuð og eftir áætlunum. Það er náttúrulega bara út af tíðafærunni í vetur, náttúrulega svakalega kaldan vetur.
Og já, eiginlega kalt vor, eiginlega líka. Já, og svo annar leikur á morgun. Já. Og svo hringi ég minn veikan á mánudaginn. Herðu, þetta. Og Guðjón Pétur skoraði mjög gott mark á Skaga beint úr aukaspyrnu. Já. Hann skoraði líka í bikarleiknum beint úr aukaspyrnu. Þannig að ég ætla að segja að hann fái að taka þetta. Ekki ágætis færi fyrir hann þarna. Já, sko, við náttúrulega erum bara með valkvíða. Þetta eru það 3 stórkostlegir spyrnumenn. Þetta var talandi stórkostlegir spyrnumenn, þá var þetta ekki stórkostlegir spyrna. En hann ætlaði að taka svona laumu. Jæja, hann fá hornið. Það Einar Þeggi sem að tekur hornið. Jó. Það var nú ekki nógu skemmtileg. Jæja, höldum þessu gangandi, en nei, þar fór það. Ég sé að Helgi Sigurðsson, þjálfari Grindavíkur, komið með Grindavíkur derhúðna sem eru til sölu. Að gera... Hann hlýtur að fengi fyrsta eintak. Já, ekki líklegt. Ég var að segja að gera fyrir aðdáendur að hérna. Já, þetta eru bara flottar vörur. Sko. Algjörlega. Næla sér í varning. Það telur allt krónur í kassan, sko. Jæja, setjum við smá press á þá. Býtum við, þeir að komast í gegn eða hvað? Þetta var, nei, býtu, heldur þessu lifandi. Hélt að myndi hreinsast í horn. Já, þetta var svona pínu happa-glappa varnarleikur hjá okkur. Virkuðum ekki svona of samfærandi þarna. Bjarki Aðarsteinsson þarna mættur pressuna. Það er horn. Þeir eru nú með 2-3 mjög öfluga menn hann í loftinu. Það hafa verið að skora mikið gegnum árin úr föstum leikætturum. Helgi nefndi þetta sérstaklega fyrir leik. Þeir væru þarna með nokkra sem að væru skeinuhættir í þessum föstum leikætturum. Þeir taka þetta stutt. Svo kemur hann fyrir aðeins og langur. Arnar nær ekki að skalla þetta. Aron byggar þetta upp, kemur þessu strax í spil. Þetta var ansi huggulegt. Guðjón kominn hérna djúpt, sengur boltan. Það vel gert þarna Óskar í stutturspilinu. Svo hérna vantar bara hjá Edda að klára hlaupið í gegn. Það stendur bara frosinn inn í þig. En mér finnst við vera töluvert sterkari svona á svo fyrsta korteri. Já, kannski ekki efna á að hérna verða ofkærulausir, þeir getu alveg... Já, þeir eru stórhættulegir, sko. Það er engin spurning á þá og þeir hafa náð í flott úrslit í vetur. Sigurjón hreinsar þetta út af. Gróttumenn taka lífinu með rópar eins og hingað til. Já, þetta er... Það sé ekki oft sem að sér menn bara stoppa svona og velta aðeins fyrir sér lífinu. Nei. Hvað er alltaf við kvöldmat á morgun? Nei, herru, byrjuðu rennuna menn hér til í teiknum. Frábæla var. Já, vel varið. Þarna fékk hann Pétur allt of mikinn tíma. En Aron vel vakandi í markinu. Já, önnur hornspyrna sem þeir fá hér Gróttumenn.
hvarf hérna af skjánum endursýningin. Sko við missum ekki á neinu. Sama áðan, stutt og svo boltinn fyrir. Það er Hilmar mættur, er ekki, hann geta númer 21. Jó. Aron gripur vel inn í þetta. Eddi þarna á hlaupinu. Þetta var áhugaverð bylta. Ég er ekki viss að hann hefði vit það af honum að var svona nálægt. Nei. Jæja, minnum þetta strax aftur. Utan fótar þversending hérna frá honum Markó. Þá við séum, eins og segir, tölvöld sterkari, þá finnst mér alveg mega að vera kannski bara meira afgerandi svona í því sem við erum Já, sko við að reyna að búa til hérna. Svona þessar 3-4 sóknir svona sem við höfum búið til hafa komið upp kantana sig hvorum megin. Og við þurfum bara að vera, minnst Óskar búin að vera með mikið plásið út í hægra megin. Við þurfum bara að vera fljótari að finna vængmönnum okkar. Ég held að Styrningskarl er búin að búa til lag hvern einasta leikmann inn á vellinu. Já, þeir Kannski ekki flóknir textar. Nei, það er yfirleitt mesta snilldin í þessu. Það er Jæja, Inga spilna, nei, Ingast eða ekki. Jú. Já. Ég veit ekki hvort það heyrist í útsendingunni. Ég er að syngja hérna Styrningskarli vitlaust innkast. Áður hann tók Ingasteið, reyna einhverjum hugarleikum með dómaranum greinilega. Jæja, Sigurður hérna með stuttan bolta á Markó sem að lendir í smá brasi þarna. Nú eru þeir bara með ágætis fjölda hérna fram á við. Þarna var Markó komin framalega úr stöðu. Þessi bolt er of langur eða ekki? Nei. Helst í leik. Gerir Hilmar. Þeir eru álíka rólegir hérna fremst og þeir eru úff. Þetta var allt og tæft fyrir minn smekk. Já, við erum rosalega staðir. Svona, bara komin niður á hælana allt og snemma. Kom ekki annað hérna ofur Ingast. Jú, alla leiðin á teig. Hvað? Þetta var sérkennileg reynsun, hendaði þetta ekki horni? Já. Það er hvað, þriðja hornspilna sem þið fáið ekki? Já, allir það ekki, 3. eða 4. Þeir hafa verið ógnangur fullmikið núna, síðustu 5 eða 10 mínútur eða svo. Nú er Óskar hérna mættur. Ég held að hann standi ekkert á villum stað, sko. Nei. Róttumenn eitthvað að kvarta, vilja fá hann lengra frá.
taka hann bara samt stutt. Já, ég ekki hrifinn af svona drasli. Ekki búið að reyna þetta nú nokkru sinnum, hann svona... Já, ég bara, þú ert með sterka menn inni. Já, bara lúðra þessu beint inn. Já. Stilurinn hjá... Bara koma með boltan inn á hættulegt svæði og leiða maður slátt aðeins. Já. Allan að kanna það sko, hvernig það virkar. Ef þú ert underdog í því, þá er fínt að taka einhver tricks. Það var svolítið erfitt þetta en við eigum hennar bolta. Það er hann að fá hérna på skjáin hjá okkur. Nei, það er bara horfið. Sjá að fá hann kannski hálfleik. Ekki það við sjáum svo sem leikir hérna gluggan. Þannig að Hilmar ekki sáttur að það að vera klæddur hérna á hans úr treyjunni. Nei. Náttúrulega klassískt umræðuefni í útútingu hvernig aðstæður eru að spila. Ég held að með hvernig er búið að vera veðrið í vikun og bara í morgun, þá getum við nú bara ekki kvartað. Já, það alltaf sko ringdi eld og brennisteini hérna í gærkvöldi og í nótt. Og svo komu hérna ágætt skuðsa hérna tvisa sem rétt fyrir leik. En allan að svona so far er þið lagi. En þetta er líka bara þessi ástími, það er, þú veist, vellinir eru aldrei tipptopp. Nei. Það er langt tímabil framöndan. Það er nú ekkert mörg lið á landinu byrjuð að spila á grassi. Þetta sé bara FH og IBVF og Skaginn kannski. Já. Skaginn hægt valla að spila á grassi. Já. Kannski ekki segja mikið, kannski verður Ásmundur að svipa hér í lok leiks. Já, það verður ála á honum í dag og morgun og svo fær hann 9 daga pásu. Gróttu, nei, vinn ekki boltan, Guðjón Pétur kist inn í þetta. Ekki vissum að Eddi náði þessu. Þetta er bara yngasti. Við þurfum að fara að koma okkur aftur herra upp á völlinu. Já, ég held að leikplanin hefur nú ekki verið að kýla einhverja langa sendingar. Nei, við þurfum að koma Óskari oftar á boltan í þokkalegum stöðum. Þá erum við líklegir í að gera eitthvað gott. Við erum hérna hjá Gróttu, engin aukaspyrna dæmd. Sigurjón bara flýgur í grasið. Já. Það var klaufalegt. Þeir fá aukaspyrnu á nokkuð hættulegum stað. Já. Þetta er á svo kallu draumafæri. 25 metrar. Vindin svona, já, í bakið. Það myndi ekki gera mikið fyrir Grindvíkinga að fá mark á sig núna með hvernig Gróttumenn hafa verið að nálgast þennan leik. Já, taka tíma í þetta eins og allt annað. Þetta er yfir, það er bara framhjá. Það var illa að fara með gott verið. Þetta var ekki, þessi bolti var aldrei nokkuð á. Hvort ekki hérna leikmaður nummer 10 sem tók þetta? Já, þetta er ekki Kristófer Orri. Já.
Það er nú farnir að koma herra upp og pressa okkur. Já. Getum við kannski náðu að opna á eitthvað. Við erum með 4 þarna tilbúin að taka mótunum. Þetta liggur eftir. Virkar sárþjáður. Gert hjá Óskar að halda þessu. Mist hann frá sér en hélt í hann. Léleg sending þarna. Þetta liggur ennþá. Já, við erum búin að vinna vel unni á Marko. Það er ekki högg á bakið svona með hvernig hann kvenka sér. Þessi við bara út af. Dagur Austmann sem að tekur yngastið. Svo er Dagur Hammer hérna hinum megin. Og á bekknum er svo Dagur Rautt Fjölsteð. Já. Við gætum hérna verið bara lýst inngöngu með einhverjum orðaleikjum dag, sko, ef við vildum. Já, þetta er... Þetta var alveg tækling að beint í boltan. Þessi kemur á norðan. Það hlaut eitthvað að vera. Sem er ekki frábær sending. Nei, svona pínu óþolumóður. Það hefur ekki verið svona góð stemming í þessari stúku í nokkur ár, sko. Já, þetta smita sér, eða á að smita sér inn á völlin. Við langur bolti hérna á Aroni. Hann er að flikka þessu eitthvað áfram. Þetta út af. Já, þetta er klálega smitt út úr sér og það við vorum að tala um þetta fyrir leik. Við þurfum einhvern kjarna sem mætir bara á leiki. Já. Og svona leið og það fer að ganga vel, þá mæta menn á leiki, sko. Þetta er bara alltaf spurning um að fá þessa 30-40 til þess að byrja. Já. Það er alltaf skemmtilega að mæta þegar menn er að vinna leiki. Já, það er það alveg allan daginn. Helgi talaði um það hérna fyrir leik að við ættum ekki að fara að leika eitthvað sambabolta á okkar teik. Nei. Það er nú peysutók, já, vel spotta hjá dómarunum. Hálftími liðinn og lítið að frétta svona. Já, sko, það er eiginlega bara þetta eina dauðafæri, Já. Það sem að dauðafæri, það var nú gott skotur þannig teg. Við mjögstu við spila vel mesta korterið en svo þetta dottir svona fullmikið niður hjá okkur. Svona aðeins og óþolumóður og svona pínu hægir. Já, óþolumóður og hægir, það er ekki góð blanda. Nei, þetta er svona... Æja, býtum nú við. Kemur Óskar með fasta bolta fyrir. Endar í yngasti. Dagur að taka þetta yngast. Dagur Austmann, það er að segja. Hérna kom sér fyrir. Hann er ennþá inn á vellinum. Dagur fær hérna högg í andlitið, ekki vilja verka í held. Þetta fyrir bara beint í hendurnar á honum Rafal vinn okkar. Hljómar sem sé frá Brasilíu. Já, ég veit ekki hvort það sé með eitthvað bakgrunn. Rafal Stefán. Já.
Þetta er svo skallatennir sem voru bara að senda boltan á milli. Liggur ekki lífið á Gróttumönnum sem er bara líka bara allt í lagi því að þolinmæði ákveðin dyggð hérna í þessu. Byttu nú við, konur nú teig, nei. En ágætlega staðsettir. Boltapressan hjá okkur er ekki merkileg þessa stundina. Nei. Þeir fá að spila allt og auðvitað kringum okkur. Það er að tengja líka bara saman hann fleiri sendingar. Já, við svona 2-3 ára svo er þetta búið. Jæja, yngast, kritíkungar eiga. Hún er ekki hérna að koma sér í stöðu, kvartar mikið í dómaranum. Hún hefur verið haldið. Sem hefur verið staðráðin í að standa sig hér í dag. Já, þetta er örugglega stór leikur fyrir hann. Já. Hann svona kannski, þú veist, já, kannski hefði átt fleiri tækifæri skilja það, ég veit það ekki skilja, það er ekki mitt að dæma en mér finnst hann standa sig alveg fínt þegar hann var að spila í fyrra. Já, þetta er fína spretti, býtur nú við, talandi um fína spretti. Við þennan ekki. Jú. En það vantar svona einhvern nesti í okkur, mér finnst þið aðeins þungir á fótunum og Ég skil bara ekki að við séum í þessum kýlingum frá völlin, sko. Þetta er ekki... Já, svona það er... Hvorki tímapunkturinn ég eiginlega bara liðið til að vera... Það er bara lítil option í boði, svona, þú veist. Já. Kannski þetta að vera betri hreyfing á miðunni, svona þess að koma boltanum svona hvað þægilega fram á þið. Vantar alveg á vefsíðunni á KSI sem svo KKI. Hvað menn eru stórir? Hvað ætla Arnar Þór Helgason sé stór? Hann er alveg 1,96 örugglega, sko. Ef ekki meira. Það var fín sending hérna. Sigurjón. Já. Varaboltinn. Sigurjón búinn að vera svona pínu óöruggur fyrst mér hérna í byrjun. Dagur ekki með nótunum. Þetta ekki vonað þessari helsendingu. Óskar með fína pressu. Þarna sópaði fyrir Samir hennans upp. Aron Bjarki voru Samir KR til margra ára. Já, mér fannst nú þeirna þegar Guðjón byttu það með kynningunni gær að annarkveð leikmaður hefði verið fyrrum félagi hans svona einhver öðru liði. Já, þú veist, það er búin að spila í 20 ár. Já, ákveðna líkur á að liðið það líka saman. Þetta er búin að spila með ansi mörgum. Jæja, ég verður boltið fyrir. Nú þurfum við bara að fylla box og... Kemur annar boltið fyrir. Dagur með skallanin yfir. En var líklega strángstæður svona. Já, sýnist mér. Ekki ólíklegt. Það er búið að flagga. Já, svona. Það eru meiðsli. Það er kallað sjúkraþjálfaran.
Ég er búinn að horfa á mikið fótbolta gegnum tíðina. Já. Ég vil innleiða nýja reglu. Já. Ef sjúkraþjálfari kemur inn á, áttu automatist út þegar 3 mínútur. Já. Ég er komið upp í kók að horfa á leiki í ensku úrvalsdeildinni, hvernig liðin geta svæft. Eða bara, þú veist, ef þú myndur þá bara, einmitt bara beint út af í aðlýningu, sko. Bara ef maður liggur eftir, þú veist, þá er svona, ætti að vera skilur svona 50-50 og geti haldið leikafana, sko. Eins og ég horfði á Granit Xhaka daginn, það sem, ég held að verið 2 eða 3 inn á í fyrra hálfleik, þú veist, og svo klára hann í leikinn, sko. Þetta er vandamál, ég reyndi að leysa þetta á HM með því að lengja alla leikina út í það óndarlega. Það er samt einhvern veginn, fyrir að leika einhvern hálfleik í 50 mínútur pluss, það er mjög skrítið, sko. Þjálfara bara, skilur, eða er búið að liggja mikið á þér og liðið þetta undir pressu, þá notar þetta til þess að svona reyna að hægja á tempóinu, af því þú fer bara út af, svo þú kom beint aftur inn á, sko. Og sjúkraþjálfarinn sem kemur inn á í 15 sekundur, hvað á hann að gera, skilur? Nei, nákvæmlega. Hann er ekki í fótboltinn, hann getur haldið áfram. Jæja, þessi sending beint á kollinu Markó. Þetta var soft en mikla tilfinningar hérna hjá leikmönnum Grindavíkur í hvert sem hefur flautað á. Þetta var tæp dækling. Já, við þurfum bara að vera grimmir að stela þessu boltum. Þetta er, menn er að skrika skilur og allt þetta. Það er fullt af lausum boltum. Jæja. Ætlar Óskar að gera framlengir þetta dag. Kemur boltan hérna fyrir. Sendinga mættu vera örlítið nákvæmari. Já. Nú er Dagur Hammer kominn hérna yfir á hægri kantinn. Og vinnur boltan eða hvað? Nei, markvinna. Þarna bara eins og ef Dagur Austmann sér engin option, þá á hann bara að þruma þessu á marki. Einmitt. Jæja, hvað þetta er Guðjón Pétur að gera fyrir okkur. Vel gert. Skotið laust. Já, við erum aðeins að hólpa 5 mínútur eftir, sýnist mér. Já. Þetta er með einhvern fána hérna alveg beint fyrir klukkunni, en allt ómögulegt hérna. Jó, 40:32 segir klukkan. Giska svo 2 mínútur uppátt. Ég ætla að segja eina, þeim er kalt. Þetta er alveg líklegt líka. Það er aðri leikir á kvöldið, ekki? Það lítur nú að vera. Menn voru reknað út að það sem að hann hérna, hvað heitir hann? Njarðvíkingum Ásland. Já, Mark Ásland. Mark Ásland, sem hann fikk rauðaspjöldið. Já. Það verið hann í banna mútið okkur. Já. Þeir eiga held í bikarleik í vikunni, en ég held að það sé alveg örugglega aðskilið spjöldin í deild og bikar. Já, og ef ekki þá hérna og funda vist aganefndin hérna akkurat réttum tíma. Já, sýst, beint rautt er alltaf beint í bann. Já. En hann uppsöfnum spjöld eru tekið fyrir á fundum. Jú, það er aðri leikir í gangi. Það er 0-0 hjá Afturheldingu Þór. 1-1 hjá Leikni og Selfoss og svo 0-0 hér, þannig að það er lítið skorað. Já, eintóm jafntefli. Jæja, heldur þessu. Það koma 2-3 sendingar og svo bara sendt beint í fætunar á anstæðingnum.
Erum við búin að gera breytingu eða er þetta bara einhvern veginn búin að þróast þannig Óskar allir komin á toppinn? Sko það kemur mér ekkert óvart að þessi hefur búin að skipta eins svona tímabili. Já, prófa þetta aðeins í lokin. Þetta var ekki neitt. Óskar er náttúrulega uppalinn vængmaður en hefur svona aðeins. Já, ekkert aðeins, ég held að hann hefur spilað megniða veturinn hjá okkur sem fremstimaður. Já, ok. Nef fyrir því að skora. Hilmar leitar hér að samherja. Gengur ágætlega. Leysa þetta. Smeklega gert hérna ef þetta. Bara keyra þetta alla leið. Það þurfum bara að vera komnir fljótar út í breidd, teygja betur á vellinum. Kalla svona spacing í körfubolta. Jú. Það er eiginlega ekki svona komið. Frábær bolti. Þetta nú við, þetta er Óskar að gera. Það er gaman að sjá. Hugguleg sókn. Já, Óskar bara taka hann í fyrsta þarna og lúra þessu markið. Já. Gróttumenn að gera skiptingu. Það gera fyrir hálfleik. Já. Já, sýnist mér. Hann bara veist ekki geta haldið leik áfram. Ha? Er hann að skipta Hilmar út af eða gefa hann í fyrirmæli? Fyrirmæli sýnist mér. Hann er að koma út af hana. Ég sé ekki alveg hver þetta er. Kemur inn á leikmaður nr. 3. Grótta gerir sína fyrstu breytingu út af fyrir leikmaður nr. 17 Gunnar Jónas Hauksson og inn að hans Gunnar Jónas Hauksson kemur út af. Leikmaður nr. 17 og inn að leikmaður nr. 3 Arnar Númi Gíslason fyrir 2004. Já, þetta er strákur sem er uppalinn í Haukum. Skipti yfir í Breiðablik og var svo lán í Fjölni fyrra held ég. Og núna annarkot búinn að skipta, nei ég held að sjá láni bara aftur. Já, við erum að detta henni 45 mínútur. Hann gerir smá breytingu að setja Hilmar Maxein fyrir aftan framherjan. Ekkert, jú, það dæmt hann aukaspyrna. Já, hann bara krækti sjálfur í fótinn af varnarmanninum. Þekkt triks búinn með boltan. Það var ekkert spjald á loft með viðbótartíma að það. Ekki sem ég sá. En það hefði alveg getað farið fram með mér, leikandi. Ég ætla að spá því að það verði 0-0 hér í hálfleik. Já. Ég meira þess að taka engasti sko halvalið aftur og sinn einn notarhelming. Staðan fyrir að dundra sinni og teg bara. Erum komnið hérna aftur. Upp vanginn, herra megin. Sigrún hittir þetta ekki alveg fullkomlega þannig að þeir halda þessu lifandi. Kjána boltinn á teginn, það er enginn þarna. Hann siglir bara aftur fyrir. Tvær mínútur segja þeir. Já. Já, Aron kemur með boltan hérna langt fram. Þessi að varinn. Þar með flautar Jóhann Ingi til hálfleiks, staðan 0-0 á Grindavíkurvelli. Þessi hálfleikur fer ekki í sögubækuna. Nei. En við vorum eftir meira fjöri seinni hálfleik. Já, ég held að Helgi hljóti nú aðeins að svona reyna að kveikja í mönnum. Þetta er búið að vera full rólegt fyrir minn smekk. Já, það er svona,
hvað segja, það vantar svona seinustu 5% í okkur. Já. Svona sínt svona alveg glefsur af eitthvað góðu en kannski ekki ná að fylgja því. Já, ekki nú afgerandi fram á við og svona, Nei. og svolítið svona á hælunum þegar þeir sækja á.
Jæja gott fólk, þá erum við mætt aftur til leiks á Grindavíkurvelli, liðin búin að fara í búningsklefana og fara þessi við málin. Orri búin að fara og tjekka þessu vellinu, hvernig er staðan? Allt í toppmálur. Nei, hann er aðeins farin að láta sjá, er svona aðeins of rakkur, alltaf Ringdi duglega. Alveg duglega réttir leik. En þetta er bara, já, það er erfitt að hafa þetta betra. Nákvæmlega. Topp stemming í gjánni eins og alltaf. Héraðstöpur með býður upp á bakkelsi og Viðar Málarmeistari býður upp á leikinn. Það er allt hér í boði. Það er einn glæsilegu gæði, sko. Heldur betur. Vantar bara einhver bjóði okkur tveimur upp á þetta. Já, það er alltaf pláss. Það er bara síminn mér opinn ef einhver vil sponsa þessu útsendingu fyrir okkur persónulega, sko. Það geti verið, hvað sem er það ekki? Svona. Ég bara, þú veist. Bara kannski kaldur eða eitthvað, ég er bara, það er ekki dýrverðskáðin. Jæja, heyrðu, það er þetta að fara að staðáttur, eru óbreytt lið hjá okkur allavega. Er það ekki? Jó, mér sýnist þeir vera með sama lið líka. En ég held að þeir séu svona fegnari stíginu heldur en við, svona fyrirfram myndi maður. Býtum nú við og erum við að komast hérna upp kantinn. Boltinn fyrir. Æja. Sko þarna vantar bara skrokka í frákostu. Já, ég held að Gróttumenn myndi bara alveg fara sáttir með stig úr þessum leik, sko. Bæði svona fyrirfram og bara hvernig þau spilast, sko. Sko við erum náttúrulega eigum að vera mjög erfiðir heima að sækja. Já. Bótt að svona kannski öll sumurinn hafi ekki alltaf verið þannig, en þarna Heyrðu, býtum nú við, Óskar komið hérna einn á Auðansjó, hlýtur að komið hérna fyrir. Við erum með nokkra hérna í bóksinu, áhugaverð ákvörðun samt. Já, það var svona fullkrefandi bolti frá Skara inn á Einar. Einar hafi verið bara hálf hissa. Hérna þeim að bara vilja sjá bara Skara bara tjekka inn á vinstri, bara við erum ekki búin að skjóta markmanninn ennþá, sko. Bara sjá hvort hann geti eitthvað, sko, skilur við. Óþægilegt að sjá ekki hérna. Býtum nú við. Nei, Gróttumenn komast inn í þetta. Það er allt svo sjálfvirt, ég veit ekki hvort við erum í loftinu, ég held hann heldur síðan. Það hlýtur að vera, við allan að tölum bara eins og. Já. Ég og Pétur Guðmunds tók hún einu sinni 3/4 körfuboltaleik og komast að þá að hljóðið virkaði ekki. Það var einn besta lýsing sem ég hef lagt í, sko. Maður er búin að heyra svo geggjaða sögur, ég man ekki hvað íþróttafréttamaður það var. Á hann að lýsa einhverjum ólympíuleikum, ég held að það væri handbolta milli einhverja þjóða sem hann þekkti ekki. Og hann var sko með vitlaus liðskipan, þessi tvö lið sem voru að spila, hann var með 2 önnur lið, og var búin að lýsa allan leikinn og það fattaði þetta enginn, ekki fyrir held ég bara daginn eftir. Áhorfendur voru á tánum hér í byrjun, ég fekk 3 mismunandi skilaboð að hljóðið væri á undan, ég veit ekki hvort að stúdíóið búið að laga það verður bara komið ljós.
Þetta Helgi búinn að senda einhverja hitu upp eða? Nei, jú. Jú, hann með alla þarna. En ég held svona, hann hafi ekkert verið allt og sáttur með fyrirleikin, sko. Svona, þetta kannski ekki svona hans bolti það, svona pínu flatt og hægt og... Já. Flatt lýsaði svo ágætlega, þetta var bara svona voðalega óafgerandi eitthvað hjá okkur. Nokkur áttumenn hérna tengja saman nokkrar en við komumst á milli. Sendingin á dag ekki góð. Höldum smá pressu á þeim, en þeir eru verið bara tveir hérna frammi. Sko, þeir líka eru alveg bara vel spilandandi tilbaka og svona, við getum ekki farið svona, hvað að segja, á 70% skatti þessu, við þurfum bara fara bara með alla mannskapin ef við ætlum að fara á annar borð. Já, annars þetta algjörlega bara marklaust að vera eitthvað þarna atast í þeim 1-2 á okkur á jogginu, sko. Það bara allir fótboltamenn í dag orðnir svona fínir á boltaskilur þetta. Það gengur ekkert hálfkák að vera að verjast hátt upp á vellinu, sko. Þetta eini erlendi leikmaður Gróttu. Já, ég veit ekki alveg hvaðan þessi kemur. Já, hann virðist vera fínn í fótbolta. Já. Svo náttúrulega annar leikur í gangi, annar íþrótt. Veit ekki hvort það einhver að horfa á það. En það staðan að 57-52 Valsmönnum í vil. Seinni hálfleikur nýbyrjaður. Þið býtum við? Nei, ég sér á langur. Aðeins svo innanlega. Mér berast hér þær fréttir að hljóði sig ennþá undan. Þannig að þetta bara ævintýri sem við leggjum hér í með ónundum. Nei, hann ákveður að dæma ekkert á þetta. Svo sko Guðjón og Óskar báði konir rosa langt aftur að sækja boltan. Guðjón þetta eiginlega alltaf komin bara nánast í hafsendin að sækja hann, sko. Lið gera þetta mjög oft, annað hvort að setja það djúpa miðjumannin í bakvarðarstöðun og íta bakvarðanum upp. Já. Eða splitta hafsendunum í sundur og setja djúpa miðjumannin á milli. Vinna þetta þarna, Marko og Guðjón. Finnum við Óskar, þetta staðan sem hann elskar. Það lofa góðu. Þetta skal að gera. Enn og aftur leitar hann á hægri. Áhugavert. Það bara vilja sjá hann bara tjekka einn á vinstri og bara láta vaða. Já. Það er komin tími á það, held ég. Hann er búinn að taka svona nokkru sinnum sem hefur verið að reyna að koma hana fyrir og það er einhvern veginn ekki nú afgerandi. Já, það er bara svo gott fyrir sjálfstörsti hjá manni svona, að þetta ná allan að slúta sóknunum, skilur, ekki bara, missa boltan í hotni eða klikka á sendingu eða eitthvað, bara verður voða þreytt svona til lengdar einhvern veginn. Já, bara skilur þótt að markmanninn grípi boltan, skilur, eða bara blakki honum yfir eða eitthvað, bara svona finna touchið á slúttunum, sko. Já, voru búin að tengja saman einhverja 10 sendingar og þá kemur svo síðasta sem er aft. Þessi er ekki góð. Fyrir, nei. Þetta er erfitt undan smá vindi. Það eru Selfyssingarnir yfir til leikni, staðan 1-2. 0-0 í hálfleik, afturlendingu Þór. Helgi kallar hér á menn að pressa þá. Þeir græða því aukaspyrnu eða ekki. Þetta var hrikalega klárlegt.
Já, mér heyri svona á hrópunum í Helga að það hefði áherslu á að reyna að pressa þá aðeins meira. Já, þetta er, Markmiðið hjá honum var ekki að fara hérna með 1 stig. nei, Þannig við kemur hann fyrir. Sko, æj. þetta er hotspinna, væntanlega. Já, Þarna vantar bara frekju. Þetta er sko bara flott uppspil og þú veist, var boltan inn á sko frábælega hættulegt svæði á festingunni. og með nokkra hérna Já, í bóksinu. við byrjaðum að setja alveg svona eins og við byrjum fyrir, svona með, þú veist, aðeins með völdin. Það er hár bolti hérna fjær. Kemur Guðjón Pétur. Kemur ekki mikið út af því. Vel unnið þarna. Hildur sóknin gangandi en þá með marga frammi. Þessi sending ekki alveg nú nákvæm. Eitt fallið á fjær. Já. Æ, Óskar hérna að missegna. Heyrðu, hann er ekki farin út af, síns mér. Nei. Sko þeir eru svona, já, full djarfir svona. Þannig ef pressan er góð, þá eru möguleikar í boði. Og ef menn fara eitthvað að þreytast, þá er bara að gera hendi einhverjum af þessum strákum inn. Já, við erum með mjög sterkan bekk. Já, ég held að kannski vorum að tala hérna í byrjun sko munin og liðun okkar versus í fyrra. Manni fann stundum í fyrir þess að það væri ekkert mikið af möguleikum á bekknum. Við áttum ungi strákar og svona. Allt oft svona, já, maður leitir yfir bekkinu og svona, já, kannski getur maður ekki gert volað mikið. Nei. Það er svona kannski einhver ungi strákar að leita bara eftir sko reynslu frekar en eitthvað að gera einhverja glóríur hérna á vellinum sko. Gróttum hérna sínast mér að fara í aðra skiptingu. Já. Þegar degi að sendi ekki aðeins svo lung þarna. Ég óska eftir skot á markið. Já. Mér er alveg sama hvað það verið gott eða ekki gott. Spurðum að kalla á Helga og benda hann á þetta. Aldrei spes að markurinn hef ekki þurft að reyna neitt á sig. Nei. Þeir eru búinir hér, 56 mínútur. Svona miðað við hvað er búin að vera með boltan mikið, sko. Já, og við erum alveg búin að eiga alveg slatta af svona fínum leikstöðum, sko, en við bara einhvern veginn náum ekki enda með skoti. Setjum við núna smá pressu á þá. Já, það er ekki að öskra menn áfram, það er gott. Fór þetta engast ekki? Engast þetta syns mér. Við þurfum að koma fyrir bara. Það er hreinsa frá. Nei. Þetta var ekki gott. Ekki þetta heldur en... Þá kemur bara einn gamaldags. Já. Sigurjón syns þetta langt frá. Dagur gerir heiðilega 300 ná til boltans. Æja, Óskar sýndi okkur nú eitthvað að viti. Hendi? Nei, enginn er byrðið það. Núma ég. Þá er ekki hendi ef enginn byrður það. Hæpið. Við erum eiginlega bara búin að vera með boltan. Já, við erum búin að liggja vel á þeim, en samt enginn færi, sko. Sér fara vartamennið það ekki. Auka spilna.
þeir einhvern veginn reyna alltaf það sama. Keyra inn í teginn og lenda svo einhverju klafsi og þessi fyrir bara beinist út af. Ég held að Grótta hafi ekki komist inn í teginn okkar á þessu fyrsta korteri. Ég held að það sé rétt sko. Vel gert þarna. Komum svona þrei. Új! Þetta er gult spjald. Já, þetta er appelsínu gult. Já. Fór þarna fermetir af vellinum bara á flug. Já, ég var ekki nógu ánægður með það. Nei. Dagur liggur eftir. Já, hann harkar þetta af sér. Það er sterkt í honum. Það er hárrétt. Já, hann er staðinn á fætur. Það getur að kalla reitt sjúkraþjálfara eða vesen. Kannski ekki fullkomið skotfæri en það eru vindurinn í baki. Já, sko ég ef það er rétt að láta boltan skoppa frá markmanninn, þá var hann ekki að fara að halda honum. Guðjón ætlar örugglega að taka þetta. Já, skýr fyrir mér og Helga hitt á markið. Já, skot sem hitt ekki markið, það endi ekki með markið. Það er löngu búið að rannsaka það. Herðu, það er ekki Guðjón. Og ekki var aukaspyrnan neitt. Það hrópa húrra fyrir þannig lagað. Herðu. Fáum við okkur skyttisókn hérna. Vel frábærlega gert hjá Aroni þarna en hann fær höfuðhögg. Gult spjald. Nú er nú gott að vera með endursýningu í boði maður. Já, þetta var mjög vel lesið hjá Aroni, hrikalega illa á framkvæmstjókur aukaspyrnan. Já. Þeir eru ekki að vera konir einir í gegn 2 sekúndum. Nei. Eftir fast leika til okkur. Varamaðurinn Arnar Númi vartur hérna fremstu víglínu. Markvörðurinn okkar ef að þetta er alvarlegt er ekki sá elsti í bransanum. Það er Ingólfur Hávarðarson, fæddur 2005. Maja hættur að æfa og bara farin að þjálfa. Það er staðin upp, það er góð fréttir, hún sé ekki í skorinn eða. Það virtist fá hérna högg á höfuðið. Það bara, fekk hann ekki bara hérna fót í höfuðið? Jó, mér sýndist það. Ekki bara boltan og Þeir eru komin í taktíska fund. Ég held að við ættum að vera klók hér að koma svo leik bara í stað. Þeir eru bara undirbúið skiptingu sínist með gestirnir. Leikmann með 9. Gerir sér kláran. Það er nú bara engins leikmaður á skýrslu númer 9 hjá þeim. Já, það er. Það gerist nú ofta, það er eitthvað víxla á þessum númerum. Þetta er aukaspyrna. Það er alltaf svo hissa. Já. Jóhann segir við hann þetta í þriðja skipti. Hún var guldspjald næst. Nú var sólið farin að skína. En ekki hvað. Nú bara ekkert annað í stöðinu, það er að skora ykkur mörk sko. Og sendingarna í Óskari komumst við þetta 3 á þá. Þetta er ekki nógu gott sko. Þetta er svona sending eiginlega
svona með engu heimilsvangi. En hann gerir vel, vinnur. Þetta aukaspyrna, gult spjald eða ekki. Sýnist bæði lið að fara að undirbúa einhverjar breytingar. Bjarki þá komið með gult spjald, þetta er ekki fyrsta gula spjaldi sem kemur okkar megin. Sigur fekk í fyrirháleik. Já, alveg rétt fyrir hérna. Tækla með hausnum. En nákvæmlega, svona datt eiginlega á sóknarmanninn. Það má víst ekki heldur. Þetta fyrir leikmann nr. 7, Pétur Theodór Árnason sem við höfum áhyggjur af crossbandinu hér upp að leiks. Já, ég held að hann sé búinn að slíta tvisvar af þessar. Við erum að fara í tvöfalda. Það er þetta að koma út af. Svo ekki verið afgerandi leikur í honum hingað til. Frekar eins og mörgum öðrum hér hjá okkur í dag. Þekki ekki alveg stöðuna hvort hann hafi verið að spila úti, eða hvort hann sé í lítilli leikæfingu. Já, mögulega er þess að. Jú, hann er að koma út, nei betur, hann er nr. 9, jú, hann er að koma út af. Dagur Fjellsteð að koma inn á. Og leikmaður nr. 5, Tómas Orri Róbertsson líka kom inn á. Einar Karl út af. Koma inn á hérna tveir 18 og 19 ára drengir. Einar Karl, náttúrulega háaldraður, fæddur 93. Á því herrans ári. Smá taktiska breytingar Skari upp á topp. Ég er alveg til í að prófa það. Hvað segir klukkan? 65, að ná eftir af þessu. Já, þetta er samt svona, minnst alltaf tími frá 65 upp í 80 verður fljótur að líða. Þetta er svona. Það er stólaði konur yfir, 66-70, þriðja leikur að klárast í hliðarenda. Freyr Jónsson? Nei, þetta var ekki Freyr Jónsson. Nei. Það var ekki. Hann var ekki alveg með á hreinu, hann ætti nú að þekkja á. Já. Fín sending hérna en. Nei. Hvað er hann hendi eða? Rángstæður. Tökum því. Þetta var ekki vel útfærð. Aukaspyrna. Þeir eru að pressa ágætlega, þeir mættir í baki og minnum alltaf. Þeir er alveg flott drillaði sko. Þeir fara líka eiginlega allir sko ef þeir eru að fara. Já, nú vil ég bara sjá skott. Alveg saman hvernig. Hvernig væri það, láta bara vaða það á markið. Já. Sér að sko það munur engu hann, engu. En ég held að það sé nánast í fyrsta tilraunin okkar svona að einhverju viti. Já. Það er eiginlega alveg ótrúlegt svona með hvernig þeir hafa ekki gefið mörg færi á sér og þegar við erum svona líklegir þá einhvern veginn hefur þetta. Já, bara eins og við hefum átt fyrirgefum möguleika og hitt og þetta skiljum en aldrei ná að slúta svona. Nei. Átt svona fyrirgefi sem hafa silt yfir hausinum og eða fram hjá fótunum og öllum. Já. Jæja, Gróttumenn gerir sér líklega ná horna að leysa þetta en Marko mættur. Það er skiptingin leiðrétt af vallarþulinum. Það er það Ívan sem er. Já. Ívan Júkovic, okkar eini sanni. Já. Eins og segja, hann ætti nú að kannast þessa stráka. Já. Þeir tekið númerafeil. Ég veit ekki það fúslega, þegar að menn eru alveg hinum meginn á vellinum þá er ég ekkert alltaf alveg viss hver er
hver er hvað sko? Nei, þetta... Jæja, Óskar, Dagur á splettinu, Essir á langur. Það er bara skyndisókn. Já, Bjarki má ekki brjóta. Skyndsson í baki, þessi er sprækur. Já, þessi er mjög flottur. En Guðjón Pétur, Guðjón Pétur ekki kannski, hraðir ekki það sem hann er þekktastu fyrir. nei, hann hljóp þetta mjög vel upp. Já. Geta farið langt á viljanum sko, þegar hann er fyrir hendi. Já, hann er samt alveg lúmst fljótur svona, það er hann. Já, ná miðað við aldur á fyrir stöður, hann er hvað, 87 er það ekki? Já. Já. Engin aldur þannig lagað. Yngri við báðir. Já, alveg vel. Það talaði fyrir sjálf að þig. Já, Æja, hornspyrna. Nú ætlaði þeir ekkert að vera í einhverju vesinni, bara dundri svona taug. Nei, ég held að það hef ekki tekið eina beintin á taug er það. Þessi er allt og langur. Haldaði stóð í leik, kemur skot. Það siglir í innkast. þeir eru búin að fá held í einhver 5 hotspinnur og mér finnst það að farið bara hræðilega með það. Við erum búin að taka hver einustu stutt. Nú er það nýjan bolta. Hattan til boltastarkunum bara að segja nei. Nei, hann mást ekki. Á hann þurran. Kemur einn langur en þetta er alveg innkastmaður. Kemur ekkert upp á því. Hvaða option eru með fleiri á bekknum? Það er náttúrulega Símon er á bekknum. Við eigum Símon og við eigum einn Dag og Viktor og Frey. Já, Viktor hefur nú, þó hann sé bakvörður, þá hefur hann oft, hann er hefur góður fram á við, sko. Já, hefur oft svona verið með stóðsendingar og hitt og þetta. Já. Settir bara smá press á okkur. Hann að leysa það Það vil ég bara sækja hratt upp. Ösku fljótur. Já. Lítur að leggja hann í teig. Óskar hefði fengið þennan í föttunar. Enn og aftur fá ekki frákostin. Nei. Já, allt til það. Helgi Sigurðsson orðin pínu Það var byrjaður. ekki alveg sammála honum. En maður skorar ekki nema með að skjóta. Spyrna. Já, við þurfum bara að vera skrefinu framar, geta stólið þessu. Alltaf svona hálfu skref og eftir og erum að brjóta og... Gert þarna að Bjarka, nei þetta er ekki Bjarki. Það segja kortið hann á brjóti ekki en hann var bara ekkert í þessu. Þarna fór hann í splitt bara. Efnileg sókn. Óskar missir hann frá sér. Touchið hjá okkur í teignum ekki búið að vera alveg Nei. svo ég hefði óskað sko. Það eru svona ekkert rosalega margir hjá okkur búin að eiga svona og skilur úr góðan leik. Maður hefur séð svona okkar leikilmenn oft er að vera betri. Jæja, sklætu vaða þarna. Beint í varnamann. Stóir heldur inn að bolta. Svo langur. Já, það er Fjellsteð missir að þessu.
Þeir ætla bara að spila svo stutt. Gætlega stíði þetta inn í á Degi Austmann. Já, vel varist hjá okkur. Þeir eiga þennan eða ekki? Jó. Já, þetta var ekki vænlegt árangurs. Korter eftir, það hlýtur að koma mark í þetta, ég trúi ekki það. Ég er bara búinn að lýsa einhverjum bullandi markaleikjum með það. Setjum smá press á það núna. Samt ekki einhvern veginn. Það er svona að fá alveg pláss til þess að Já, þetta er svona... velja þessi sendingar áfram. Það er svo rosalega munur hvort þú stígir pressuna 90% eða 100%, skilur. Bara þessi hálfi meter, skilur, hálfa sekúnda aðeins fyrr á stað. Hún skiptir bara svo rosalega máli. Jæja, nokkar sendingar þannig býttu nú við. Þetta er einhvern veginn saga leiksins svona. Við erum að komast í færin, erum alveg að fara... Já, við erum að komast í stöðurnar. Komast í stöðurnar, já, og nákvæmlega. vanta færin. Kemur síðan Mér finnst sendingin þessi strákar báðu tveir sprækir sem við setjum inn á. Þeir eru búin að koma... Mér finnst líka bara að þeir eru sjálfsöruggir. Já, þetta eru báðir ungir blikkar. Jæja, kemur boltinn fyrir. Það er enginn til að taka mótanum, en þetta er hornspyrna. Jæja, nú kemur makki. Ég ætla að segja Sigurjón Rúnarsson. Hann er á leiðinu á teginu með þessu. Þetta verður klafs, ljótt klafs. Óskar þarf að taka þetta. Einar ætla að fara út af, en hann var að taka hóttinn á hann. Þessi kemur allt stuttur. Víti? Nei. Þetta hefur verið ódýrt víti að það hefur verið dæmt. Þetta var held ég enginn að biðja nema nokkrir menn velu skál í stúkunni. Flugu hérna nokkra tæklingar í kjölfarið. Já. Það segir þessi leiklok okkar 77. Já. Korter eftir. Já. Það eru 5 mínútur eftir á Hlíðarenda og þær eru Stólarnir að vinna með 5 stigum. Já, ég las einhvers staðar að þau eru að spila 4 sinnum innbyrðis. Já. Og það er bara búinn útvelli. Einmitt. Það er áhugavert, það er svona ljósið þess hversu klikkaður völlur þessi völlur að vera norðan er sko. Maður myndi bara kikni í njánum held ég bara. Símon er að koma inn á. Dagur fer út af. Dagur búinn að eiga fína spretti en eins og aðrir hérna einhvern veginn ekki búinn að eiga ekki búinn að klára þessi færi. Ekki búinn að komast í þessi færi. Það væri gaman fyrir Tassabókin að koma inn og setja vinnurinn. Búinn að vera fjarverandi mikið í vetur. Já. Kom hann eitthvað í sögu í fyrsta leiknum? Ég held ekki á þess að ég sé með á hreinu. Það var að mann byrja ekki í sumar eins og sýsti sín. Nei, það var stutt stopp hjá henni. Fekk sér þetta rautt. Hún er komin yfir í Keflavík, Júlía, systir hans. Rautt, hvað sagði þetta? 4 mínútur? Já, nei, ég man ekki alveg. Það var búin að vera eitthvað lítið nú.
Sér aðeins og langur er það ekki. Og beint í fangið á Rafal. Taka bara góðan tíma í þetta. Komst hann á milli og þetta fer hvert. Já. Út af Ingasterða. Þetta þurfum við að læsa hann. Halda hann bara þarna niðri. Eini leikurinn í kvöld sem er með einhverju mörkum í, það er leikur Leiknis og Selfoss. Það er staðan 2-3 fyrir Selfyssinga. Komst til 3-1. Þarna er kapplaup. Það var vel gert hjá Aroni. Veitu hvað? Það langaði rosa að taka Inga strax. Þannig að Aron var komin í markið en hann var lengilega að gefa. Hann átti ekki einu sinni í boltan. Það eru meiðsli. Það er okkar maður Hilmar Maxein sem að sýnist mér að vera bara klári að halda áfram. Ég fylgjandi þessari tillöguðinur að þessi 3 mínúta penalty þegar menn þurfa aðhreyningu. Já, sko bara ef þú myndir minnka þetta óþarfa skilur 30% skilur. Þá þú komið miklu hraðarleik. Næja, Ingas við það er langt fram á völl og það endar ekki á réttum stað, eða hvað? Nei, hvað? Maður bara sér ekkert línun almennilega hinum maður svona Það rykkur það hans aftar. Gult spjald fyrir hvað? Já, sko, ég held að hann hefði verið búinn að segja hingað ekki lengra skilur með staðsendinguna. En eins og menn gera oft og labbaði svona 7 auka skref viðbót. Já, Ingus eru rosalega svona fljótandi hugtak í fótbolta. Hvar þau að vera og hvað maður taka langan tíma. Þetta er svona ákveði leikrit skilur. Þetta er svona að þú þykjast skilur að vera að kasta honum inn og labba alltaf áfram. Já, þú ert kannski búinn að labba oft eitthvað 10-12 metra. Þetta er glóruleg sending. Já. En við þykjum hana. Jæja, Símon, beint á vinstri. Fyrir aftan Símon. Herðu. Þetta er hotspinna. En ég hrifin þessu. Bara beint á mannin, skjóta. Láta vaða bara. Og ef hann fer út í teig, þá er allt það er líka bara, það er erfitt að verjast. Út að hlaupa aftur og bakk. Já. Ein stefnumbreyting. Þá getur þú flogin á hausinn. Óskar að taka þetta, við erum svo til allir þarna frammi. Ekki var þetta með góðu skalli. Æja, Skæri. Hanna, þetta er komið. Heiðarleg tilraun. Já, þetta, maður hefur séð hann nokkur sinnum. Já. Skrúan upp í fjær, þessu færi. Þetta er lítið. Lítið en það var kraftur í þessu. Já,
við erum að gera skiptingu. Það Freyr Jónsson. Já. Guðjón Pétur vildi meina... Guðjón Pétur fyrir út af. Það vildi meina á leikmannakynningur í gær að Freyr geti leyst alla stöður á vellinum. Markmanninn líka. Hann svona íslenski John O'Shea, svona basically. Sem gríðaleg kostur að vera með, en þetta kannski ókostur fyrir hann að vera ekki búinn að festa sig skilur. Svona í einhverju ákveðnari stöðu. Gríðarlega vel unnið þarna. Símon komin í fína stöðu. Nú vantar okkur bara að skrokka fram á við. Símon missir hann aðeins frá þessum heldur þessu. Þetta svo... Þetta ekki Freyr mættur þarna. Ég held að það eru 5 mínútur eftir. Við þurfum að eiga eitt svona gott múf. Koma okkur í döðafæri. Hvað 85 eða? Ekki alveg vissi hvernig alltaf útfæra þetta sínum mér. Nei. Búin að dreifa liðinu. Og til dæmis Marko með mikið lægri mann á sér. Óskar aldrei kannski líklegast til að fara... Hann samt með ótrúlega kraft í fótunum, sko. Hoppar alveg svakalega og náttúrulega nautraustur, sko. Það vantar ekki. Þeir eru ansi... Þessi töluvert áhersnir þetta nokkrir. Herri, jæja. Símon komið mjög sprækur. Komin á fína siglingu. Æi. Nú vill bara Freyr fá aukaspyrnuna. Þetta var svona Salamónsdómur. Freyr líkur eftir. Drífa svo fætur. Hann á norðan, hann hristir þetta af sér. Staðan og fætur. Þeir eru ekkert rosalega margir hérna fram á við en ein sending og þeir eru komnir í gegn. Það má ekki gefa þeim pláss og þeir fengu ekki aukaspyrnu þarna. Nei, tökum því. Þeir eru náttúrulega svona aðeins að fara að hafa hraðar hendur en mér finnst þetta ekki verið að gefa einhverja bara bull sendingar hérna. Bolti siglir, fín sending. Jæja, Sigurjón, vel staðsettur og hristar þetta. Sigurjón hefur verið flottur eftir þessi svona pínu svona dodgi hérna í byrjun. Já, svona aðeins eitthvað. Simón. Kemur og... Flottur bolti, það bara er ekki. Nei. Sigurjón kom inn á teig á nær, en þessi fer bara siglir fram í öllum skaranum. Það er bara ljónheppinn Kristófer að fá ekki á sig aukaspyrnu þarna og svo er... Ef ég ætti að velja með Alexis Háfi myndi ég velja hann. Mér finnst hann búin að vera frábær þetta. Já. Frábæra boltan og mjög solid varnarlega. Mjög líflegur svona. Já, bara þessi gæi svo góður í fótbolta. Þetta er svo áreynslu lítið hjá honum, sko. Það hlýtur að sigla bara inn á teig, við erum búin að planta þeim hérna nokkrum á fjær. Já. Herðu. Já.
Nei. Allt og fastur bolti þarna, er þetta ekki Sigurjón? Boltinn hann er farinn. Marko liggur eftir. Ég bara sá ekkert hvað gerist. Það hefur verið, sko, fór hann ekki yfir hann, kannski verið einhver bakrætting eða eitthvað vesen. Þarna tók Sigurjón upp dræfurinn þegar þurfti sandið til sitt. Nákvæmlega. Kann kannski betur við sig á hinum endanum að taka við þessum sendingum. Já, þetta er sann sko, þegar maður er hafsend, það er svo ægilega gaman að vera að koma fram í sóknuna sko. Já. Maður einhvern veginn finnur oft svona einhverja ótrúlega takta svona, þar sem maður vissi ekki sem maður ætti til. Við vorum náttúrulega með einn sem bara vildi helst vera bara í sókn. Já. Jósef Seba vinnur okkar. Já. Jæja, Símon sýndi okkur nú eitthvað. Grindavík hann aftur. Klukkan slæri 90. Herri sem segja 5 mínútur, ég er ekki frábær í varlestri. Nei, hann sýndi okkur fingrabendingu á hann, en ég... Býtum nú við, boltinn fyrir. Nei. Freyr straujar þetta niður. Einn og svo er önnur straujun, það er bara straujað hér hægri vinstri. Já. Guldspjald á Freyr. Ég er næst hræddur um þá að þessi leikur endi 0-0. Nei, það hlýtur að koma Nein. Eitt töframúf, Skæri Hauks. Nostalgía. Já, vel gert að Kristoffer tekur þetta bara á þolinmæðinni. Erfið sending samt. Já, aðeins svo lengi. Það er dæmi aukast með þetta. Já. Þeir eru að spurja þjálfarann hvernig hefur að taka þessu augnablikinu. Ekki. Ég var að setja hann á teig eða ekki. Hann segir ekki og það skilar eitthvað hálfa leið upp að markinu, en byrjum við, Óskar ætlar væntanlega að fylgja þessu leið allar eftir. Vel leyst. Það var klaufalegt. Ég hélt þetta væri Freyr, það var mögulega að fengið annað gott spjald þarna. Það var hann Dagur Örn Fjölsteð, dagur númer 3. Taka Gróttumenn nægan tíma í öll föstleikadriði. Já, þeir virðast að vera mjög sáttir með stíið og svona eru bara búin að vinna fyrir því, skilurðu. Þeir eru búin að vera duglegir og þettir og halda skipulagi. Algjörlega. Ef þetta fer svona, færa þetta póka sem töpust í og Grindavík. Já, sko, við erum að heimavelli og við viljum vinna alla heimaleiki, það er bara þannig. Þetta á að vera vígi og mér finnst við hafa svona heilt yfir verið töluvert sterkari sko, en samt með engin fær. Nei. Það hefur verið afskaplega skortum skanti. Símon búinn að koma mjög sprækur inn. Já. Hann er búinn að eiga virkilega fína spretti hérna. Hann og Dagur náttúrulega deila svolítið með sér þessum hægri kanti. Spurning hvort að Símon sé búinn að vinna sér byrjunarliðsæti fyrir næsta leik. Já, sko, þetta er bara hjá öllum góðu liðum ertu með 2 option vinstra megin, 2 option hægra megin og 2 option fyrir aftan center. Þetta er bara svona basic. Það er svo hrikalega gott að geta sett eða hvað sé ég, styrt liðið með skiptingum ef byrjunarliðsmenn eru ekki búin að vera góðir. Jæja, Marko, það er engin með honum. Já, hann er bara fljótur, hann á bara að fara 1 og 1.
Herðu, Óskar dettur í tegnum. Kemur momentið. Skottu. Nú fer þetta held ég alveg að vera búið. Herðu. Þetta er aukaspyrna. Nei, herðu. Þetta var hræðilegur dómur. Hann með línuverðin fyrir beintur framan yfir á sér. Herðu, Hæðileg. ég ekki viss hann ætla að gera þetta. Nei. Held ég að síðast séns nokkuð sé að koma hérna. Kristófer 1-3 og missa hana frá sér. Þannig að verður bara að brjóta. Nú verður það að vera snöggir aftur. Slupna þetta með skrekkinn og þar með er flauta til leiksloka. Já, herðu, jæja. Er það ekki? Jú. Ef við dröfum það saman, þokkalega leikur, gerum ekki nót til vinnan. Já, ég held að það bara lýsið þessu ágætlega. Svolítið flatir í byrjun. Já, svona. Mikið með boltan en það er samt styrkur að spila ekki vel og tapa. Já, ekki skilja. Tapa ekki algjörlega. Kannski skárra að fara með 0-0 léttöl heldur en að erum alltaf að missa þessa leiki nýður hérna. Já, við höfum tapað þessu leik fyrir einhvern mánu síðan. Já, nákvæmlega. Já, það er eins og það er 1 stig og Grindavíkurvellir Grindavík í kvöld. Liðin skilja jöfn 0-0. Maður leiksins Kristófer. Já, mér fannst hann vera svona. Líflegastur svona. Já, ég er bara mjög hrifinn hvernig hann er búinn að spila þessa vinstri bakkar stöðu okkur. Hann er ekki vinstri bakkar á upplæði. Aron náttúrulega greip þarna virkilega vel þegar þeir komist í sitt hættulegsta færi. Varnarlega voru við bara fyrir utan smá svona hik í byrjun. Bara solid. Já, þetta var bara alveg sóknarlega hefði mátt vera beittari. Já, það er þannig. Það leikur eftir á morgun. Stelpurnar að fara að spila við þetta er Austurland Já, FH held ég það heitir FH11 eða eitthvað. Sáleikur verður líka í beinni. Ég held að Jón Július ætla að lýsa honum. Við verum ekki hér að minnsta kosti. Nei, við bara þökkum fyrir okkur og bjóðum góða nótt. Takk.